Komið blessuð og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Nú kveiki á kertunum eða text. Gestur okkar í dag, já eins og við segjum, býr fyrir handan og það er kona sem býr í Vaðlaheiðinni, hérna hinn megin við Akureyri, hinn megin við Pollinn. Petra Björk Pálsdóttir, söngstjóri. Ég ætla að kalla hana söngstjóra því hún hefur stjórnað fjölda kóra og ýmsum tónlistarathöfnum hér á þessu svæði. Petra, vertu velkomin. Takk fyrir. Þú býr fyrir handan? Ég býr fyrir handan Já. og ég fer reglulega yfirum. Og sko, varðandi það að búa fyrir handan, maður hélt þetta væri bara sumarhúsabyggð. Þetta var það. Þetta var sumarhúsabyggð. Kotabyggð heitir þetta. Já. En við fengum svo þarna lögheimili fyrir þó nokkrum árum og svo er þetta orðið aðeins blandað í dag. Þetta er aðeins skipt, þetta svæði. Já, og það er verið að byggja töluvert og skipuleggja. Já. Er það þá bæði til íbúðar og svo útlegu eða sumarhúsa? Já, núna er svolítið verið að byggja bara heilsárshús þarna ofa við efst í byggðinni. Já. Já. En hvernig er að búa á svona stað? Alveg dásamlegt. En hvernig er með veturinn, snjó, ruðning og þess aftar? Já, það getur verið dálítið mikill snjór þarna veturna og oft erfitt. Við búum reyndar efst í húsi númer 1, þannig að við erum dálítið heppin með það. En auðvitað einstakassinnum bara geymir maður bílinn upp á þjóðveginum. En það fyllist alltaf snjó þarna niður í hverfinu. En svo er bara reglulega að moka þarna. Það bara var stofnað svona kotungafélag og við fáum bara mókstusmann okkar til að sjá um þetta. Já, það er sem sagt ekki á vegum vegagerðarinnar. Nei. Þannig að þið verið að sjá um þetta sjálf? Já. Já. Þannig að það borgar bara allir í púk í rauninni. Ertu búin að búa lengi þarna hinum megin? Við fluttum þarna í nóvember 2003, já. Já, það er nú bara góður tími. Já, það er gert. En sko, þú sem tónlistarkona og söngstjóri, þinn tími á að vera núna? Já, nú er jólatíminn. Já, og hvað? Og út af svo litlu, þá er bara ekkert að gerast, eða mjög lítið að gerast. Ég hef ekki haldið eina einustu kóræfingu í allt síðan í mars, held ég. Nema rétt svona fyrir útfarir eða eitthvað slíkt. Já. Þannig að já, þetta er dálítið snautlegt, myndi ég segja, og hálftómlegt. Sko, hvað ertu með á þenni könnu í tónlist? Ég er með kirkjukóra á Greinivík og Svalbarðseyri. Það er reyndar orðin bara einn kór, en það er sitt kórsóknin. Og svo er ég með kór eldri borgara hér á Akureyri sem heitir Í fínu formi. Og þau hafa alltaf æft 2 í viku. Þannig að nú er ekkert að vera. Svo er ég svolítið í Glerárkirkju líka. Já. Og svo náttúrulega best að gleyma því ekki. Ég er með Kaupangskirkju hérna í Eyjafirði. Já. En það hefur svo sem ekki verið fastar æfingar. Ég hitti bara söngfólkið svona einu sinni á æfingu fyrir hverja messu. Það er nú ekki messað hverja helgi þar? Nei. En hvað þýðir það? Sko, er þrátt fyrir það kór við þessa kirkju? Þetta heitir ekki kór því að hann er ekki til á blaði. Það var bara stofnaður, bara söngfólki smalað saman til að syngja. Bara svona hópur? Já, bara svona 12 mannes eitthvað svoleiðis sem að bara var talað við og þau fengið til að syngja við þessar athafnir sem eru. En hvernig fyrir þig, mannesku sem að kann allt þetta í tónmentinni og spileri og röddun og öðru slíku, hvernig gengur það þegar koma 12 mann saman og þau bara syngja? Þetta er nefnilega mjög heppin við söngfólki þarna. Þetta margt af þessu fólki bara lært söngfólk og svo hinir alveg þaulvanir búin að syngja í kirkjukór með 100 ár þannig að þetta gengur reyndar mjög vel. Já, og þetta er mentafólk sem les nótur, margt af því. Þannig að það er mjög fínt. Þykir þetta skemmtilegt? Er gaman að fást við það? Já, það er það. Já. En sko, hvað hefur þá verið að fást við síðustu vikur og mánuði? Ég er heima og baka og bý til slátur eða fiskibollur og svo ég. En nei, það er líka aðeins meira. Það er að koma jól, það þarf að baka á svona. Já, þannig að þú átt hús í kring sem eru bara svona frystigeymslur. Já, við erum sko 2 í heimili, við erum 3 frystikistur. En það verður eitthvað að gera. En svo við reyndar aðeins sko eins og við Glerárkirkju, þá hefur verið að fara og syngja fyrir fólkið í Lindasíðu í blokkunum þar. Já. Við fara einu sinni í viku.
Ég og Margrét Árnadóttir og Valmar hefur spilað undir. Við höldum því eitthvað áfram og svo eru aðeins svona upptökur. Ég til dæmis að fara eftir og hitta síra Gunnar í Laufási og við ætlum að taka upp fyrir smá helgistund. Þannig að við höfum aðeins verið að gera svona. Og það þá eitthvað sem sendt út á netinu eða? Já, í rauninni bara á Facebook-síðu frá kirkjónum. Kirkjurnar eru svolítið að gera þetta. Já, þannig að það verið að reyna að vera í sambandi. Já. Og allt náttúrulega með 2 metra regluna í lagi og... Já, svona þegar maður mann eftir því. Gengur það ekki alveg nógu vel? Jú, skulum segja það. Já. En hvernig væri þetta undir venjulegum kringumstæðum? Þá væri ég til dæmis núna löngu byrjuð að æfa jólalög með kór eldri borgara og æfa fyrir aðventukvöld með kirkjukórnum til dæmis. Og stundum hefum við sungið tónleika fyrir jólin og svo hefur kór eldri borgara alltaf farið á öll elliheimilin og sungið jólalög. Já. Og þá hefur desember mánuður bara farið í það í rauninni. Já. En, já. En þegar þú ert söngstjóri fyrir svona 3 kóra og kirkjukóra og söngkópa og því hvað þetta velur þú músíkina, velur þú lögin eða hvernig fer þetta fram? Já, svona mestu leyti. Og hvernig þetta þá valið? Kóra eldri borgar, þetta náttúrulega fólk sem kannski 70, 75 ára og yngra en þetta. Og eldra. Og eldra kannski. Já. Þetta fólk þá átti sinn drauma tíma í tónlist þegar voru kannski Bítlar og... Já. Ha? Þau eru alveg til í hvað sem sko. Þau syngja ýmislegt. Og þannig að þau eru opin fyrir ýmsu. Það er ekki málið. Já. Oftast vel ég tónlistina, jú, það er rétt. Stundum svona með formanni þess kórs. Eitthvað svoleiðis. Já. En við viljum hafa þetta létt og lipurt. En hvernig, nefndu með dæmi tónlist eða lög sem að til dæmis eldri borgarar syngja? Ertu að meina jólalögin eða bara hvað sem er? Nei, bara hvað sem er. Já, við bara ýmislegt sko, hvað ég að segja. Skemmtileg lög hefur verið að syngja eftir Maríu Brynjólfsdóttur. Svolítið klikkuð og mjög falleg líka. Svo hefur stundum verið með svona sirpu, Schubert-sirpu og sem sem sagt bara lög eftir Schubert og Strauss-valsa-sirpu. Já. Ýmislegt. Við tókum Sound of Music-sirpu og svona. Og já, bara ýmislegt. Og ég kannski geri kröfur. Þú veist, fólk hugsa stundum á eldri borgarkór, þau syngja bara fyrir fólk í koti-kátt eða eitthvað. Það er ekki svoleiðis. Já. Þetta er líka, flest af þessu fólki er búið að syngja í kirkjukórum eða öðrum kórum í mörg ár. Þannig þetta er mest kórvant fólk. Já. Þannig að það er hægt að gera ýmislegt. Já. Þau eru mjög dugleg. Og þá fólk sem að les nótur? Já, sumir hverjir, já. En auðvitað ekki allir. Ég hef stundum bara raddæfingar. Já. Og skipti ég konurnar mæta fyrst og kallarnir. Þá vinnum við hraða þegar ég er að kenna nýtt. Já. En færðu fleiri konur en karla? Já, það er nú yfirleitt íblöndu kór. Það verður fleiri konur heldur en karlar. Og þetta, ég hef verið ágætlega sett núna sko. Þetta eru 50 og eitthvað manns í þessum kór eldri borgara. Hvar hafið þið aðstöðu og æfingar? Við æfum upp í Víðilundi, það er svona félagsmiðstöð fyrir eldri borgara. Og hljóðfæri þar? Já, það er píanó þar. Já. Mætir fólk vel? Já, þetta er nefnilega hópurinn sem mætir á söngæfingar. Og við æfum 2 ferðir í viku, klukkan 4 og æfum við 2 tíma í senn. Og þau mæta yfirleitt vel, sko. Já. Hvernig fórst þú inn í tónlist? Ég hef náttúrulega alltaf verið syngjandi síðan mann eftir mér. Og mamma spilaði orgel og amma mín var organisti einu sinni og þær voru þá báður í kirkjukórnum og það var alltaf sungið heima. Og hvar var þetta? Úti á Grenivík. Þú ert það? Ég er það, já. Við byggum á Sunnukvóli, svona rétt fyrir ofan þorpið á Grenivík. Og þannig það hefur bara alltaf verið tónlist og ég fór að læra á orgel, ég held ég að vera eitthvað 7-8 ára, ég man það ekki. Og þá lærði ég fyrst bara á rafmagnsorgel, svo var til svona harmoníum heima og þarna lærði ég fram á unglingsárin. Já, fram á unglingsárin. Já. Og hvað gerðist þá? Þá nennir maður þess ekki lengur, alveg svo asnið. Nei, hver kenndi þér fram að unglingsárunum? Hún heitir Björg Sigurbjörnsdóttir. Já, og býr á Grenivík. Og býr á Grenivík og var organisti þar. Ég tók svo við á henni seinna.
Og svo náttúrulega fór maður í hverja messu með ömmu og mömmu, þær voru báðar í kórnum. Þannig að við systur sátum alltaf upp á loftinu. Og þetta síðaðist bara inn í mann, einhvern veginn ósjálfrátt. Þannig að ég man þegar ég byrjaði sjálf svo að syngja í kirkjukór, þá kunni ég milliröddina í jólasálmónum og messusvörunum og því, á þess að vita það. Já, var það út á Grenivík? Já. Eða þá, ég byrjaði reyndar í kirkjukórnum, þá bjó ég í sveitinni, bjó þar á Syðrugrund með bónda þar. Já. Og þá var þetta þannig að þá hét ennþá Laufássókn og svo var Grenivíkursókn. Já. Þannig að kórinn, ég fór í kórinn í Laufássi og þá var það fólkur Laufássókn og sameiginlegt með á Svalbarðseyri. Þannig við sungum til skiptis í Laufássi og Svalbarðseyri. Já. Svo var annað út á Grenivík, sko. Það var annar organisti með þennan kór, sko. Já, og var það þá Grenivík og hvað? Fnjóskadalur eitthvað? Nei, ekki Fnjóskadalur. Bara... Þá var þessi kór bara Laufáss og Svalbarðseyri. Já. Og við sungum bara í þeim tveimur kirkjum. Og það var Hjörtur Steinbergsson sem að stýrði þeim kór. Já. Svo var Björg Sigurbjörnsdóttir þá með kórinn út á Grenivík og bara þar. Já. Svo var þetta náttúrulega, svo breytist þetta allt við sameiningu. Laufáss og Grenivíkursókn heitir það núna. Já, en svo, þú segir sko, fram á unglingsárin þá lærðirðu. Hvað tók þá við? Já. Monterói. Eða bara ég nefndi þessu ekki, það voru náttúrulega, flesta mína vinkonur hefðu einhvern tímann eitthvað prófað að læra orgel og hættu, þannig ég var eiginlega ein eftir svona og nú nefndi ég þessu ekki, var ekki, hvað það var, 14 ára eða eitthvað. Og þá hætti ég og allir sagði, þú átt eftir að sjá eftir þessu og ég bara, já, eins og gengur bara. En svo var ég alltaf að spila. Já. Þó ég væri hætt að fara í tíma, þá var ég alltaf að setjast í orgelið og spila bara upp úr mér eða taka gömlu nóturnar og eitthvað. Svo byrjaði ég bara aftur seinna. Já. Já. Hvað var stórin gömul þá? Fyrst reyndar þegar ég söngnám, 19 ára, fór aðeins í tónlistarskóla Eyjafjarðar hjá Þuríði Baldursdóttur. Lærði sönga aðeins hjá henni, smá tíma. Svo fer ég bara, þá var ég orðin 22 ára held ég, fer aftur að læra. Og þá ákveði ég að læra á píanó. Ég kunni ekkert á píanó. Ég lærði bara orgel. Þetta er ekki alveg eins, orgel og píanó. Þannig að þá fer ég að læra aftur hjá henni Björgu á píanó. Og svo aftur í söngnám og svo bara hélt þetta áfram. Bara að sjálfu sér einhvern veginn. Já, var þetta bara eins og maður segir sjálfsagt að þú heldir áfram eða hvað? Fannst þér þetta sjálfri eða? Já. Fannst þér þetta skemmtilegt og átti þetta við þig? Já, og að þegar svo líka, svona fylgir þess að maður læri tónfræði og allt í lagi með það, var bara gaman. Og svo þegar maður heldur áfram í píanóinu, þá fer maður í hljómfræði og tónlistarsögu og mér fannst þetta svo gaman. Og svo er það svolítið þannig, eftir því sem að maður lærir meira, þá sér maður líka hvað það er margt sem að maður kann ekki. Þannig að maður verður svo fyrstur í meira eitthvað. Já. Og svo bara, já, var ég í söngnámi þarna aftur hjá Þuríði og svo fór ég að læra á píanó hjá Dórótheu Dóróthea Dagný Tómasdóttir heitir hún og var við tónlistarskóla Eyjafjarðar lengi. Og áfram í söngnámi hjá Þuríði og svo er ég þá komin í hljómfræði hérna í það var það saman orðið með tónlistarskóla Akureyrar, bóklegu greinarnar. Og á ég að rekja þetta allt saman? Nei. Já, svo kemur orgelið og kórstjórnin seinna. Já. Við erum að spjalla hérna í Hvítum máfum. Gesturinn er Petra Björk Pálsdóttir, söngstjóri. Við erum að segja okkur svona hvernig hún flæktist inn í tónlistina og það er eins og oft og hjá mörgum byrjar hjá ömmu og afa og mömmu og pappa og þetta heldur bara þannig áfram. Og þetta var þannig hjá þér. Já, eiginlega. Já. En sko, það er eins og ég segi, þegar menn fara að læra svona mikið eins og þú, varstu þá alltaf með þetta í huga, ég ætla þá bara að hafa þetta sem mína atvinnu? Nei. Ég vissi ekkert hvað ég vildi verða, sko. Eða jú, ég vissi það náttúrulega, mér langaði að vera söngkona og leikkona. Já, þig langaði til þess? Já, en það var einhvern veginn, maður sagði ekki nokkrum mannum frá því. Síðan er ég komin dálítið í áleiðis í píanónáminu og þá biður organistinn, hún Björg, hún spyr hvort ég geti spilað eina messu fyrir sig. Hún var eitthvað upptekinn, það var á sjómannadegi 1999.
Og já, ég sagðist alveg geta spilað eina messu. Svo vindur það upp á sig og seinna þá hringir sóknarnefnda formaðurinn í mig og spyr hvort ég væri til í að taka kirkjukórinn. En það varð úr að ég tók svona að hálfuleyti með Björgu. Við skiptum þessu á milli okkar aðeins. Já. Og þá náttúrulega hugsaði ég, nú ef ég ætla að fara að vera að stjórna kirkjukór og spila í kirkjunni, ætti ég þá ekki að fara að læra á orgel, á píporgel. Og þá fór ég í nám til Björns Steinars hérna í Akureyrarkirkju til að læra á almennlega orgel. Já. Og kórstjórn svo hjá Guðmundi Óla og allt það. Og svona bara vatt þetta upp á sig. Já. Þú ert þá búin að fara alveg í gegnum allan kórsan. Já, eitthvað þannig. En varstu aldrei í svona hljómsveit? Það var ekki mikið. Einu sinni, þá stofnuðum við hljómsveit, hvað var það, 1993. Haukur Ingólfsson, Stefán Kjartansson og Friðrik Bjarnason. Og spiliðum svona þorrablútum nokkrum. Bara þennan vetur, 93. Svo var það nú eiginlega ekkert meir. Já. En svo var það bara fyrir nokkrum árum, þá fór ég svolítið að syngja með Gunnar heitnum Tryggvasyni. Fórum svona og við fórum aðeins og sungum árshátíðum og svona skemmtunum. Það var gaman. En þér þykir gaman að koma fram? Já, það er ekkert mál. Já, það er ekkert mál. Nei, ég meina það bara venst. Ég var feimin, náttúrulega, krakki. Já. Já. En samt langaði þig til þess að verða leikkona? Já, það var voða gaman, sko. Hvernig voru þá æskuleikirnir hjá þér í gamla daga? Já, þeir voru allavega, Jesús minn. Og æskan á Grenivík? Það var bara yndisleg. Þetta er náttúrulega frábær staður að alast upp á. Svona stutt í allt. Við vorum alltaf úti, maður fór niður í fjöru, maður fór upp í fjall. Við gengum sér í Sundlaug, hún var í sveitinni. Já. Og það var alltaf eitthvað að vera. Já, það vantaði ekki. Og fara á skíði og skauta og snjókast og nefndu það. Já. Frelsi. Já, mikið frelsi, myndi ég segja. Og já. Og svo náttúrulega er Akureyri þarna aðeins lengra inn í firðinum. Já. Og heillaði það ekki? Mér langaði aldrei að búa Akureyri, sko. Nei. Ég hef aldrei búið það. Auðvitað fór maður aðeins í skóla hérna og þá var maður bara þessa daga sem maður þurfti og fóru heim helgar. Já, í hvað skóla fórstu þá hér? Fór fyrst í verkmenntaskólan og ég var alltaf að teikna. Eins og ég sagði áðan, maður vissi aldrei hvað maður ætlaði að verða. Þannig að ég var alltaf að teikna og þá var nám í verkmenntaskólanum, það var tækniteiknun. Ekki nema 1 vetur og ég kláraði það, rundar. Þannig ég útskrifaðist sem tækniteiknari ekki orðin 17 ára. Já, nú er það. En auðvitað gerði ég svo aldrei rétt með það. Aldrei notað þannig? Nei. Ekki þannig. Já. Svo fór ég nú bara heim og var að vinna á frystihúsinu og eitthvað. Og svo náttúrulega var ég að byrja í tónlistarskólanum, ég og með alltaf, og alltaf að vinna með þetta. Fer svo 1 vetur í myndlistarskólan á Akureyri og það var ágætt að prófa það. Svo bara fann ég mig betur í tónlistinni, einhvern veginn. Þú prófaðir þetta allt saman nánast? Já, þannig. En hefur aldrei leikið? Ég bara svona heima fyrir vini og ættingja og svoleiðis. Og reyndar samdi ég einn söngleik. Ég var með Karlakór Eyjafjarðar í nokkur ár, 14 ár. Nokkur ár, 14 ár? Já, eitthvað svoleiðis. Og ég var lengi búin að ganga með það hugmynd í hausnum að gera svona einhvern söngleik. Og þeir voru svona aðeins tregir sumir. En tóku þátt í þessu og þetta var mjög gaman. Ég samdi svona ákveðna sögu. Þú veist, eins og bara frægustu óperur heimsins eru oft bara söguþráðun er ekki neitt. Já. Oft. Já. Þannig ég hugsaði, þetta gera ýmislegt. Og við allavega settum þetta upp og það var bara svona ákveðin saga og svo bara sungu söngkórinn og við lög inn á milli. Þetta var voða gaman. Já. Og þá hefur samið bæði sönglög fyrir einsöngvara eða hvað? Já, ég samdi náttúrulega textan og svo lék ég þetta sjálf og svo var kórinn alltaf svona bakvið og söng og svo voru einsöngvara líka og jú, ég samdi aðeins lög í þetta líka. En hefur samið poplög?
Dægurlög? Nei, ég hef samið nokkur kórlög. Þú er saman kórlög? Já, ég ekkert mikið í poppinu. Og þá skrifaru þá sem sagt allt út? Allar raddir og þannig, semur þetta þannig? Já, eins og fyrir 4 radda kór, já. Já. Þá, já, ég geri það. En hverju hefur þetta ekkert verið í poppinu? Ég veit það ekki, ég er svo gammaldags. Það er bara Rás 1 hjá mér og svoleiðis. Og hefur alltaf verið. Er það, Já, það já. kannski bara síðan úr sveitinni heima? Já, allir það ekki bara. En sko, ég ekki poppið og svo bara klassíst og svoleiðis, en náttúrulega svo þungarokki, það er alveg. Og ég var pönkari hérna í den, sko. Viltu útskýrta nánar og segja meira frá því? Já, nei, ég veit það ekki, maður elst það bara upp við Rás 1 heima. Og ég hafði bara gaman að hlusta á symfóníur og svoleiðis. Svo, ég man nú ekki, svo fer maður að hlusta á þungarokk, Kiss og eitthvað svona, þú veist, ég myndi ekki einu sinni kalla það þungarokk í dag, þetta er svo miklu þyngra í dag. Já. Uppáhaldið mitt er skálmöld, skilurðu, Já. alveg 70 tonn þar, sko. Síðan bara, já, pönkari, þá við keyptum allar stelpurnar, við keyptum þýsku rockblöðin, Bravo, poprocki, svona popblöð. Það var alls konar myndir og svona, við heldum upp á Katja Gugu og eitthvað svona, og Kiss og Djúran og svona. Já. En svo var alltaf myndir á pönkurum og svona, og Nina Hagen. Þetta fannst mér svo flott, þetta er svo töff. Nei. Jú. Og við fórum ég og Óka vinkonum mín, við fórum að skreyta okkur með alls konar svona. Okkur fannst það bara flott og töff. Já. Og hún kynntist svo strák hérna á Akureyri, Sigga Pönk. Og hann átti alls konar pönk tónlist og flötur, við lágum í þessu alveg hreint og braukum á okkur kamp og allt. Þetta var bara, en þetta var engin uppreisn eða mótþrói, þú veist. Þér fannst þetta bara flott? Þetta var bara flott. Já. Mér finnst flott að sjá fólk með svona flotta móhíkanakamp í dag, þó ég ætla ekki að gera það núna. Nei. En allt þetta bara heillaði og ég hlusta ennþá ofta á Sex Pistols eða eitthvað. Þú ert þá bara pönkari? Já, en klassískur líka. Já, út í klassík og pönki. Já, en hvernig fer það saman? Ekki hefurðu spilað Kiss og þess átt að fyrir kóra aldraðar að lifa með að heyra? Ekki mikið, nei. En ég hef spilað eins og Metallica í brúðkaupum og svoleiðis. Já. Já. Það er náttúrulega til þungarokksballöður. Það er alltaf til. Já. Manni finnst nú Metallica bara mjúkt miðað við margt annað. Já, ég segi það. Já. Og eins og Skálmöld og Rammstein og eitthvað svona alvöru þungi. Og Ham. Já, Ham. Já. Ráðherran gamla. Jú. Já. En er þetta þá sko, spilarðu tónlist heima hjá þér? Maður er ótrúlega latur við það í rauninni. Ég hef þá bara meira í bílnum. Já. Þá er ég bara og með allt í botni. Hvernig heldur að menn hugsi til klassíska söngstjórans spilandi þetta? Já, ég er ekki svo eina. Það var nú Hilmar Örn Agnarsson, hann er nú gamall pönkari. Já. Hann var í hljómsveitinni Þeir, minnum mig. Já, hann var segur. Já. Og hann er komin í rólegu deildina og orgelið eins og þú. Orgelnastilengi, já. En sko, fjölskyldan þín, hver er hún? Hverra manna er ég? Já, hverra manna, hvernig byrjar því bara? Já, móðir mín heitir Hólmfríður Friðbergsdóttir frá Grenivík. Faðir minn hétt Páll Bergsson, var hér kennari á Akureyri. En dó hérna 92. Ert þú dóttir hans? Ég er dóttir hans. Já. Ég þekkti hann? Já, ég það ekki. Jú. Það þekktu allir hann. Já. En svo bara, þau voru giftust aldrei eða svoleiðis, þannig að mamma var með mig og yngri systur mína og við byggum lengi hjá og afa, foreldrum mömmu. Það var náttúrulega dásamlegt að fá að búa þar og vera þar. Amma hét Anna Jónsdóttir og afi Friðbjörn Guðnarsson. Þannig að það voru forréttindi að fá að alast þar upp. Þetta er alltaf skemmtileg blanda í þessu öllu saman. Þú ert stelpa utan á Grenivík og það er sveitinn og það er svona leikir og svo kemur alls konar tónlist og það kemur Rás 1 og það kemur orgel og þetta er skemmtileg blanda sem að þú hefur farið í gegnum. Já, þetta hefur verið skemmtilegt allt saman og svo sjórinn og frystihúsið og allt það. Maður var að veiða út á bryggju í gamla daga og svo byrjaði maður eftir fermingu strax að vinna frystihúsinu.
Já, mér fannst gott og mér fannst þetta gaman að fá að vinna og gera gagn bara 14 ára. Ég var náttúrulega bara 13 ára því ég var afmæli svo seint. En að vinna fyrir pening og sýna að maður getur gert gagn. Og þegar maður fór að skreita sig með alls konar múnderingum Það þurfti nú að kaupa það. Já, það þurfti að kaupa það og svona og maður fór að krassa buxurnar sínar og eitthvað svona og skemmtilegt og afi fussaði yfir þessu öllu saman og ég held að þetta væri bara því að maður vildi láta taka eftir sér og ég sagði nei, bara mér finnst þetta svo flott og hann fussaði og sveigaði en sagði svo, og því hef ég aldrei glemt, ef þú vilt láta taka eftir þér, láttu þá taka eftir þér fyrir dugnað. Já. Hann var auðvitað þeirri kynslóð bara að vinna og vinna og vinna. Gamli afi. Já. Petra, Já. þetta nú alveg hafast hjá okkur, það að segja tíminn flýgur svona frá okkur. Hver maður þinn? Hver fjölskylda þín svona í kringum þín þarna sem þú ert í Vaðlaheiðinni? Já, maðurinn minn heitir Árni Geirhjörtur Jónsson og fyrrum bóndi í Fremstafelli. Í Kinn? Í Kinn, já. Já. Og svo eigum við einn kött sem heitir Donna Klara. Áttu börn? Nei, ég á ekki börn. Nei. Ég bara, mér hafði aldrei langað til þess. Nei. Hann bara þannig. En þú átt kött? Já, alltaf með ketti, já. Árni minn á 3 dætur af fyrra hjónabandi. Já, áttu ekki þá pínu í tíð þeim? Jú, en þær eru svo uppkomnar og fullorðnar þarna eignaðist ég bara vinkonur. Við erum búin að fara yfir þetta og sjáum að jólin hafa farið svolítið sérstaklega hjá þér. Já. Út af dollun sem menn segja. En alveg í lokin áttu uppáhalds jólalag. Uppáhalds jólalag? Dúdú. Það er ekki pönk? Nei, það er ekki mikið jólalegu pönkinu. Nei. Sko nú verð ég náttúrulega að nefna bara í dag glatt í döprum hjörtum og sjá himins opnast-hlið. Já, það er fallegt. Já, ég er sammála því. Já. Það má alveg, en nú alveg í lokin þá ætla ég að smella þig mynd sem ég gerir stundum, varðandi gestina og ég ætla að vona að takist. Ég held að það hafi tekist. Almáttugur, já. Petra Björk Pálsdóttir, takk kærlega fyrir koman og spjallið. Takk fyrir mig. N4 er þar sem þú vilt þegar þú vilt, á heimasíðunni, á Facebook, á YouTube, í tímaflakkinu, á N4 safninu hjá Símanum.